já. Þú spyr mig erindi Passíusálmanna til dagsins í dag, það er að segja 2018. Nú, það sem gerist sem sé á, getum við sagt, 19. öldinni er það að það er tekið frá fólkinu sem var síðasta kynslóðin sem kunnið allt saman, textinn með því að birta sem sé nýja útgáfu, þess að 37. með breyttu formi. Og börn þeirra kynslóðar fengu síðan Passíusálma í aðgjöf þá með þessu frumriti og það líka það sem gerist er það að þegar farið er að kveða niður það að megi syngja lögin eins og þau voru, að þá voru sett við þetta lög sem að koma úr tónlistarhefð 17. aldar. Og eitt af því sem að má segja er afgerandi í því sem barokkið, það er fyrsta lagi er það að öll tónlist er slettuð út, það er að segja rytmísk tónlist sem var með mismunandi hrynati, að hún er slettuð út og ekki bara það, heldur allur kveðskapur og hún var skipt upp í annarkvað það sem kallað trókist og hins vegar jampist, það er að segja það sem að aðaláherslan byrjar á fyrsta atkvæði eða að lagið byrjar á upptaksatkvæði sem er þá vektatkvæði. Og Hallgrím, allur kveðskapur barokksins og barokkstíma 18. aldarinnar, að hann skiptist í trókist eða jampist. En Hallgrímur er fullkomlega og algjörlega ennþá í 17. aldar kveðskapnum, það er að segja, og 16. aldar kveðskapnum eins og er í Hólabók og Grallara. Þannig að það passar ekki saman þegar hann til dæmis yrkir þannig áhersla kemur 1, 2, 3 og þá syngur maður sem sé veikt atkvæði á aðalatkvæði og bara sem lítið dæmi þá er sálmurinn Faðir vor sem á himnum ert sem að stendur í Sálmasöngsbókinni frá 1936 28. Það er sem sé, það er Jan biskup Tambariraratíratam. Þannig að þá kemur það út í til dæmis einu erindinni úr öðrum Passíusálmi, 7. vers, það er jurtagarður er herrans hér, jurtagarður er herrans hér. Helgra Guðs barna leggstaðir. Þetta er svo mikið klám, fyrir ekki að ég noti þetta orð, að klæmast svona með texta Hallgríms á þessum áherslubundnu lögum. Hans kveðskapur er nefnilega atkvæðabundin en ekki áherslubundin og þess vegna er hægt að syngja þá og þess vegna farið að lesa þá og sálma á ekki að lesa þá á að syngja. Og eina leiðin til að syngja eins og Hallgrímur fór með þá er að syngja það með þessum gömlu lögum því að þau skilja ekki á milli það sem er trókist og jampist. Og það sem gerist er það náttúrulega að, eins og segir, fyrsta lagi fara að lesa þá. Náttúrulega það var alveg gífurlega mikið framtak sem að Sigurbjörn Einarsson gerði á sínu tíma þegar hann mætti niður í útvarp á hverjum einasta degi og las inn Passíusálmana. Og það má segja kannski í verallar solli dagsins í dag að þá er ekki eitt af því sem að fólk leitar mikið til sem Passíusálmarnir en það má segja hvert einasta mannsbarn kann þó nokkuð mörg erindi úr Passíusálmunum. Þannig ef ég myndi fara á eins og þessir blaðasnápar fara og spyrja fólk þetta, kanntu hitt og maður myndi spyrja kanntu ykkur Passíusálm og það myndi alveg fuss og sveigja og hvernig segist ekkert kunna jafnvel bara lýsa því yfir þessu trúlausur annað slíkt, svo fer maður með nokkra sálma, þessi Passíusálma, jú ég þekki nú þennan, já, þá kemur ljós að þeir eru ennþá þessi einstök versu Passíusálmunum eru náttúrulega virkilega ennþá lifandi með þjóðarinnar. Nú, svo hefur náttúrulega Hallgrímskirkja staðið fyrir þeirri hefð í mörg ár að lesa alla Passíusálmana á föstudaginn langa og það eru margar kirkjur sem hafa tekið það upp. Við aftur á móti í Hafnarfjarðarkirkju tókum það upp fyrir 4 árum síðan, þetta er 5. árið núna, að syngja Passíusálmana. Og þá skiptum við því á dymbilvikuna og þá sungum við sem sé, þetta tók sem sé í heild 11,5 tíma að syngja þá. En núna í ár þá reyndar þá förum við aðeins hægari sakirnar. Við ákveðum að taka 19 sálma og syngjum það á pálmasunnudag, skýridag og föstudaginn langa.
þessi við fækkuðum það, en aftur á móti fyrir árið síðan þá var einmitt þessi söngur okkar allur tekinn upp, þannig að það hægt að finna hann í fórum kirkjunar á netinu og hlusta þá á flutning þessi sálmanna eins og stendur í nýjustu útgáfu Passíusálmanna frá 2015. Já.